Góðan daginn, góðir hátíðargestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin á Háskólahátíð Háskólans á Bifröst 10. júní 2017. Ég heiti Sigrún Jónsdóttir og framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu. Og það var kórinn Lóuþrælar sem söng fyrir okkur lagið Ég vildi ég væri og ljóðið eftir Davíð Stefánsson og lagið eftir Jón Jónsson frá Hvanná. Stjórnandi Lóuþræla Pálína Fanney Skúladóttir og undirleikari Elínborg Sigurgeirsdóttir. Við þökkum þeim fyrir þennan fallega flutning og nú ætla þeir að syngja fyrir okkur lagið Ég fann þig, þar sem að textin eftir Jón Sigurðsson við amerískt þjóðlag og einsöngvari Guðmundur Þorbergsson. Gjörið svo vel. Góðu gestir, við þökkum þeim Lóuþrælum fyrir þennan fallega söng. Þeir koma til okkar aftur síðar en nú komin tíma á að hefja útskriftina og í dag þá erum við að útskrifa 124 nemendur frá skólanum. Það úr verslunarstjórnunarnámi, háskólagáttinni og af 3 fagsviðum á háskólastigi.
Og við vonum að þið kæru hátíðargestir muni njóta athafnarinnar með okkur. Þetta er hátíðarstund og dásamlegu dagur. Að athöfninni lokinni bjóðum við viðstöddum að þiggja léttar veitingar í salarkynnum Hótels Bifrastar. Myndataka af útskriftarhópum verður að sjálfsögðu úti í góða veðrinu og á stéttinni við hátíðarsalinn og ég hvet og bið eindregið alla útskriftarnema að doka við og vera með á myndunum. Þetta er okkur mjög dýrmætt og ykkur líka örugglega síðar að eiga mynd af þessari stundu með útskriftarnemum. En við ætlum að byrja athöfnina á að veita nemendum sem eru í námi og hafa staðið sig framúrskarandi vel viðurkenningu. Viðurkenningin felst í niðurfellingu skólagjalda, einnar annar, og það eru efstu nemendur í hverri deild í grunnnámi sem að fá þessa viðurkenningu. Og allir þessi nemendur voru í fullu námi á vorun 2017 og voru með hæstu meðaleinkunn í sinni deild. Og Vilhjálmur Egilsson rektor kemur hér upp og verðlauna nemendana og þau koma síðan, köllum þau upp hér eitt af öðru. Og fyrst er það viðskiptadeildin og það er Vera Dögg Höskuldsdóttir. Gjör svo vel, Vera. Og þá er það næst Pétur Steinn Pétursson, félagsvísindadeild. Og þá er það lagadeildin, það er Sonja Hafdís Pálsdóttir. Við óskum ykkur til hamingju með glæsilegan árangur. Þetta eru mjög flotti nemendur. Sum þeirra hafa verið hér áður upp á sviði, tilefni. En nú er komið útskrift nemenda úr námi í verslunarstjórnun og háskólagáttinni. Og það er Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir sem er forstöðukona annarar menntastarfsemi og háskólagáttar sem útskrifar og Vilhjálmur að sjálfsögðu með henni. Gjörðu þið svo vel, Hulda og Vilhjálmur. Já, ég þarf að kveikja í stað einhverju tæki eins og það heyrið í mér. Annars kemur Hjalti. Góðan daginn, kæru gestir og til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemendur. Svo fyrsta sem útskrifaðist er Díana Ósk Heiðarsdóttir. Hún er fjarverandi. Ingimar Eyfjörð Smárasson. Hamingju. Við tökum myndir á eftir úti. Glemdist að segja frá því. Kristbjörg Lára Hinriksdóttir. Hamingju. Þið fáið að sjá svolítið meira af mér, ég ætla að útskrifa svolítið stóran hóp til viðbótar. Ég ætla að biðja háskólagáttarnema að standa upp og raða sér í útskriftarröð. Skiljiði húðnar eftir.
Guðrún, kannski. Stór hópur? Stór og glæsilegur hópur. Já, rauðin nær aftur alla leiðin í helvíti. Gaman að því. Jæja, þá hefjum við þetta. Adolf Vendel. Það hefjum við. Aðalheiður Maggi Pétursdóttir. Það hefjum við. Agnes Matthíasdóttir. Það hefjum við. Anna Helga Ólafsdóttir, en hún fjarverandi. Anetta Franklin Karlsdóttir, líka fjarverandi. Ja, ég þekki þennan, Arnar Þórsson. Það hefði mikið. Ásmundur Ásmundsson. Það hefði mikið. Ásthildur Hannesdóttir. Það hefði mikið. Baldvin Agnar Hrafnsson, en hann fjarverandi. Berglind Karen Ingvarsdóttir. Það er mikið. Berglind Rún Birkisdóttir. Það er mikið. Birkir Hafsteinsson. Það er mikið. Birna Kristín Hrafnsdóttir. Það er mikið. Brynjar Smári Alfreðsson, hann fjarverandi. Damjan Pavlik. Það er mikið. Ég held ég sé að útskrifa Damjan í annað skiptið á hans lífs og ævigöngu. Daniel Alexander Katars Jones. Hann ekki. Jú, það þú. Það óþekkistrákurinn. Það er mikið. Dóra Steinun Jóhannsdóttir. Það er mikið. Elín Kara Karlsdóttir. Það er mikið. Emil Ólason.
hamingju með daginn. Ester Rán Ómarsdóttir. Hamingju. Eydís Dögg Eiríksdóttir, en hún fjarverandi. Eyrún Ída Guðjónsdóttir. Hamingju. Eyþór Jón Tórsson. Hamingju. Fanny Valsdóttir, en Fanny jafnframt með hæstu meðalengun og fær í verðlaun. Hvað var þetta? Niðurfellingu á námi, fyrstu enn. Það býða upp, hann ætlar að taka mynd á okkur. Spurning að taka kaffipásu bráðum. Ég ekki hálfnuð. Gísla Björg Einarsdóttir. Það er mikið. Guðlaug Helga Björnsdóttir, en hún fjarverandi. Guðmunda Áróra Pálsdóttir. Guðmunda Ellesdóttir. Helga María Hafsteinsdóttir. Hildur Esperandusdóttir, en hún fjarverandi. Ingileif Axfjörð. Það er mikið. Jón Hjörtur Sigurðarsson. Það er mikið. Jón Ingi Þórarinsson, en hann fjarverandi. Jón Ingi Örlygsson. Það er hamingju. Jóna Björg Arnarsdóttir. Það er hamingju. Jónína Íris Valgeirsdóttir. Það er hamingju. Kara Friðriksdóttir, en hún fjarverandi. Karen Sveinsdóttir. Það er hamingju. Kristófer Kristjánsson. Hamingju. Ólafur Auðunsson. Hamingju. Ólafur Páll Ólafsson, hann fjarverandi. Jæja, við erum ennþá bara í óinu. Ólöf Rún Stefánsdóttir. Hvað ætli sé margir sem horfi núna bara bunkan? Ætlar hann aldrei að minnka? Ragnhildur Kristjánsdóttir.
Hamingju. Rebekka Rós Ellersdóttir. Hamingju. Sif Baldursdóttir, hún fjarverandi. Sigríður Hvönn Karlsdóttir. Hamingju. Sigrún Pálsdóttir. Hamingju. Silvía Sif Birgisdóttir Jónsson. Jónsson. Hamingju. Sólrún Dögg Jónsdóttir. Hamingju. Steinunn Vigdís Steindórsdóttir. Steinunn Þórarinsdóttir. Hamingju. Súsanna Eva Helgadóttir. Hamingju. Unnur Fjóla Heiðarsdóttir. Hamingju. Valgerður Guðrún Valdemarsdóttir. Hamingju. Jæja, kallið minn. Vilhjálmur Heimir Baldursson. Hamingju. Nú ætlum ég að biðja háskólagáttanemendur að standa upp. Nú setjum við púina. Til hamingju. Við erum með ræðumann fyrir hönd háskólagáttar, en það hún Sigríður Hvönn Karlsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi rektor, kennarar, samnemendur og aðrir gestir. Okkur tókst þetta og þetta búið. Þegar ég segi þessi orð fyllist ég stolti og ánægju. Mér langar aðeins að tala þá vegferð sem ég og aðrir nemendur í Háskólagátt Bifröst höfum tekist á við. Flest erum við svokallað dropout í framhaldsskóla án þess að ljúka honum. Ég hef sjálf pröfað önnur fjárnám í skólum sem ekki hefur virkað og yfirleitt hætt á fyrstu önn. En löngunin var farin að segja til sín að klára háskólanám. Ég þurfti að klára stúdentinn fyrst. Ég frétti að Háskólagátt á Bifröst sem bauð upp á fjárnám. Mér fannst það sniðuglaust fyrir konu eins og mig.
Það voru líklegast flestir með fiðrildi í maganum þegar gengu hér inn á fyrstu vinnuhelgina okkar hér á Bifröst og ég var með nettan kvíða. Ég sem kunni ekki einu sinni að læra og hvað þá að glósa, hugsaði ég. En við vorum öll í sömu stöðu. Vorum ekki lengi að para okkur saman og finna styrk frá hvort öðru. Þegar ég kom heim af þessari helgi var ég andlega búin. En það sem var svo mikil styrkur og gleði og spenna sem stóð framundan. Og þessi tilfinning að vera partur og hóp en ekki bara kennitala í námi. En ég var fljót að komast að því að andinn á Bifröst er einstakur. Og við erum í rauninni ein stór fjölskylda. Þetta ferðalag er búið að vera rosalega skemmtilegt. Lærdómsríkt en oft erfitt. Ég fann núna að þetta myndi loksis gerast, en ekki byrjaði fyrsta ári vel. Ég fekk heilablæðingu í september, lenti í slæmum árekstri í janúar á leið á vinnuhelgi, sem var til þess að oft þurfti ég að hringja í Huldu og biðja hana mig að taka út af önnum eða fögum. En alltaf fekk ég sama svari frá Huldu. Já, ekkert mál. Láttu mig bara vita þegar ég á skrá þig aftur inn. Svona er Bifröst. Allir vilja og klárir og náir árangri. Þetta ferðalag var aðeins lengra en ég við að ætla mér. Þetta tók mig 3 ára að klára, en það sem ég lærði að það er ekki neitt sem heitir hindrun til að láta drauma þína rætast, heldur bara aukin verkefni sem þarf að leysa á leiðinni. Þau vinabönd sem hafa skapast hér á Bifröst eiga eftir að lifa að eilífu. Við erum ekki bara hópur af fólki hver í sínu horni að tróða marfaða, heldur öll að hjálpa stað. Ég hef nýja sýn á lífinu og það er eitthvað sem ég hef Bifröst að eilífu þakklátt. Kennarar hafa fært mig lykil til að opna næstu dyr í mínu lífi. Ég er full eftirvæntingar og hlakka til að hefja nám hér á Bifröst í haust í viðskiptafræði. Mér langar þakka kennurum, nemendum fyrir samveruna á síðastlega ári og óska ykkur öllum góðs gengis í framtíðinni. Takk fyrir mig. Vá, ótrúlega flott. Gaman að sjá ykkur hérna með húfurnar. Til hamingju með áfangan og vonandi sjáum við ykkur hér á Bifröst næsta vetur. Ég þakka Sigríði Hvönn fyrir ræðuna og ég veit að hún er búin að leggja mikið á sig í þessu námi og það er frábært að sjá síðan hana hér í dag upp á sviði og segja frá sinni reynslu. En nú er komið að næsta tónlistaratriði Háskólahátíðar og þá ætlum við að biðja Lóu Þræla að koma hér og þeir munu flytja lagið Nú ertu fjarri og ljóðið er eftir Friðjón Þórðarson og lagið er írskt. Gjörið svo vel, Lóu Þrælar.
Við þökkum lóðuþrælum fyrir hennan fallega söng. Það er komið að núna útskriftinni úr grunnnámi á háskólastigi og þá ætlum við að byrja á grunnnáminu í viðskiptadeildinni og það eru 15 einstaklingar að útskrifast og það er Sigurður Ragnarsson deildarforseti sem að útskrifar ásamt rektor. Gjörið þið svo vel. Rektor, kennslustjóri, kæru útskriftanemar, aðstandendur vinir og aðrir gestir. Ég held að aldrei að koma að viðskiptadeildinni, Hulda með svo svakalegan hóp, en það er nú ánægjulegt að sjá það að það eru margir líka útskrifast hér úr viðskiptadeildinni í dag. Bara svona, mér langar rétt bara örstutt að segja ykkur frá því að starfið í viðskiptadeildinni gekk mjög vel í vetur. Við vorum svona sérstaklega að fókusera á breytingar sem að snúa að meistaranáminu og undirbyggum þar 2 nýjar námsbrautir, meistaranám í markaðsfræði og meistaranám í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun og við erum þeirra gæfu aðnjótandi í meistaranámi hjá okkur í viðskiptadeild. Þannig að meistaranámið heldur betur verið á flugi undanfarin ár og það var nú gantast með það hérna daginn í mínu eyru að við þyrftum kannski að ráða okkur stækkunarstjóra og svo heyrði ég því nú fleygt fram að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði áhuga á meistaranám að Bifröstin. Ég veit samt að sá aðili væri kannski réttur í það er allt annað mál. En þetta er sannarlega stór dagur í dag. Þetta er svona einn af þessu dögur sem við munum aldrei gleyma, alltaf muna eftir, sannkvæmur hátíðisdagur og við erum auðvitað fullir búin að vera að kynna námið okkar og það sem er í boði í viðskiptadeildinni og ég er mjög ánægður að sjá að það eru margir háskólagáttanemendur sem ætla að hefja námi í viðskiptadeildinni í haust, bara að vera hjartanlega velkomin. Að mér hefur verið hugsað svolítið það út af hvaða námið snýst og ég hef verið að segja það bæði í viðtölum og í kynningum að námið hjá okkur snúist fyrst og fremst það að láta drauma sína rætast. Og ég veit einhverjum kannski að finnast þetta svolítið svona dramatískt, en það er bara málið. Þetta snýst það að láta draumana rætast og þið komum með stóra drauma hér á Bifröst og þeir eru rætast í dag og þeir eru að kvikna okkur draumar nánast alla daga, þannig að ég veit að örugglega margir draumar hafa kviknað hér á Bifröst. Þannig að bara og ég óska ykkur innlega til hamingju með þennan glæsilega árangur í dag að þá vil ég líka minna á orð Steve Jobs og það tengist einmitt því að láta draumana rætast. Hann sagði í útskriftaræðu Stanford fyrir nokkrum árum síðan, hann sagði follow your heart þegar hann var að gefa útskriftarnemum ráð. Við höfum að láta hjarta ráða för. Þannig að leið ég óska ykkur innilega til hamingju með þennan glæsilega árangur og þakka ykkur fyrir ánægjulegt, lærdómsríkt og gefandi samstarf. Óska ykkur innilega til hamingju með daginn og haldið endilega áfram að láta draum ykkar rætast. En þá skulum við skella okkur hér í útskriftina. Og það er fyrst Arnbjörg Heiðudóttir. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Nú, Arndís Lára Kolbrúnardóttir er fjarverandi, kannski er hún að horfa á netinu, þannig að þá óskum við henni til hamingju. Í gegnum það. Og þá er það Björgvin Ingi Pétursson, gjörðu svo vel. Innilega til hamingju. Björgvin Ingi sem þetta útskrifast með BS-gráðu með áherslu á matvælarekstur og þá er það Elín Ósk Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Til hamingju. Útskrifast með áherslu á markaðssamskipti. Og Gunnar Örn Helgason sömuleiðis útskrifast með áherslu á markaðssamskipti, gjörðu svo vel. Til hamingju. Hilmar Blöndar Sigurðsson, innilega til hamingju, gjörðu svo vel, vinnur. Til hamingju.
og Ingibjörg Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Innilega til hamingju. Þú sér það, Hulda, við erum líka með góðan bunga hérna í viðskiptadeildinni. Ingibjörg Reynisdóttir útskrifaðist með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti en því miður fjarverandi. Og sömuleiðis Margrét Sigurbjörnsdóttir, hún fjarverandi. En það hins vegar ekki Maríanna Þorgeirsdóttir, gjörðu svo vel. Til hamingju. Útskrifast með BS-gráðu með áherslu á þjónustufræði. Oddur Bogason, hann því miður fjarverandi, hann útskrifast með BS-gráðu með áherslu á markaðssamskipti. Og Pálmi Ketilsson í sama liði, því að hann líka fjarverandi, hann útskrifast með BS-gráðu í þjónustufræði. Nú Ragnar Heimir Gunnarsson, líka fjarverandi, útskrifast með BS-gráðu áherslu á markaðssamskipti. En Þóra Margrét Sigurðardóttir, gjörðu svo vel, innilega til hamingju. Þóra Margrét útskrifast með BS-gráðu áherslu á ferðaþjónustu. Og Þórdís Sif Arnarsdóttir, gjörðu svo vel. Innilega til hamingju. Nú, ég þarf að biðja staldra þessi Þórdís Sif, því að þú líka verðlaunahafi hjá okkur. Sá útskriftarnemi sem með hæstu meðalengun. Innilega til hamingju. Þú hlýtur að launum, ekki fá að vita hvað farið fyrir verkið. Jú, takk. Hérna niðurfellingu á skólagjöld með meistaranámi. 20 einingar. Innilega til hamingju. Gefum henni gott klapp. Þetta ekki flott. Til hamingju. Innilega. Jæja, þá komið að ræðumanni grunnnema í viðskiptadeild. Ég bið ykkur að gefa honum gott klapp honum Björgvin Inga Pétursinni. Hvar ertu? Gjörðu svo vel. Jæja, góðan daginn. Rektor Vilhjálmur Sigurður, takk kærlega fyrir heiðurinn að hringja í mig og þegar að það var haft samband við mig þegar Sigurður hringdi þá hélt ég að hann væri nú eitthvað allt annað en að halda þessa ræðu hérna. Ég bjóst við því að ég væri að gera eitthvað af mér eða eitthvað. En já, ég var rosalega stoltur og í alvörunni, ég bara í símtalinu sjálfu byrjaði ég að skjálfa. Og ég mjög bara stoltur af sjálfum mér, stoltur af samnemendum mínum og fyrir tæplega 4 árum síðan þá satt ég á þessum bekk hérna, útskrifaður úr Háskólagátt Bifrastar og á svipaða sögu og þið að segja líka. Ég einmitt hætti í námi nokkru sinnum, byrjaði í fjarnámi í nokkrum skólum og það gekk aldrei upp. Það var ekki fyrr en ég byrjaði og mætti á fyrstu vinnuhelgina á Bifröst að ég var bara, ég veit það ekki, það var eitthvað hérna sem að fyllti mig af væntumþykju og við vorum hérna 100 og eitthvað nemendur sem að útskrifuðust þá og í dag veit ég fyrir víst að það eru margir sem að halda ennþá hópinn og eiga rosalega góð vinasambönd. Sko, ræða mín verður frekar stutt því að ég ekki mikið staðlað eintak. Ég hugsa meira út fyrir kassan og ég ákvað að skrifa ekki mikið niður. Aðalega sem ég vildi koma á framfæri frá mér var að bara gífurleg þökk
sem fyrir starfsfólk skólans sem að styður við bakið á sínum nemendum meira en held ég neinn annar háskóli á Íslandi. Þú getur alltaf haft samband við þína forseta, þína deildarforseta, þína kennara og yfirleitt svarið bara komið inn að skams og á léttum nótum. Ég ætla að vinka hérna henni mömmu minni og ömmu og pappa hérna uppi. Það æðislegt að ég að koma beint af ættarmóti, þannig að við vorum hérna öll fjölskyldan, alla dætur hennar ömmu saman komin og áttum rosalega góða stund. Ég þurfti að hætta snemma og ég ætla nú að fara í veislu á eftir hjá honum Hilmari vini mínum sem að fara að útskrifast á eftir. Þannig að ég verð að skilja fjölskylduna eftir á Reykjum. Já, ég bara eiginlega búinn með þetta. Ég vissi ekkert alveg hvað ég átti að segja, þannig að ég bara mjög sáttur. Vonandi fara allir glaðir frá borði. Bara innilega til hamingju allir útskriftarnemendur og innilega til hamingju háskólagáttin. Ég vona innilega að þið haldið áfram út af því að ég mæli með því. Það ótrúlega fínt að vera í námi á Bifröst og fjarnámið það krefjandi en að sjálfsögðu allt nám krefjandi og fyrst þið komið nú hingað í háskólagáttina þá getið þið nú alveg léttilega farið í gegnum viðskiptafræðina eða einhverja aðra fræðir út af því að ég gerði það og ég stend hérna. Já, ég vil bara þakka líka innilega mínum vinum, Ingunn Bylgja og Hallur og Hilmar og allir sem voru með mér í háskólagáttin á þeim tíma. Takk kærlega fyrir og bara njótið dagsins. Þakka þér kærlega fyrir, Björgvin Ingi. Hlý orði okkar garð sem hér störfum og fyrir skemmtilegt innlegg. En þá komið að útskrift úr félagsvísindadeild og það gerir Sigrún Lilja Einarsdóttir deildarforseti ásamt Vilhjálmi Einarsyni rektor. Gjörðu svo vel. Ágætu hátíðargestir og innilega til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemar. Og ég vil bara beina þeim orðum til ykkar að njóta dagsins. Það mjög gaman að útskrifast, ég hef gert það sjálf nokkrum sinnum og maður alltaf til í að gera það aftur en bara njóti dagsins og best að vinda sig í það að útskrifa. Að í dag eru 3 nemendur að útskrifast úr grunnnámi í félagsvísindadeild og afskaplega góð eins og við sjáum. Og ég vil fyrst kynna Hall Guðmundsson en hann fyrsti nemandinn sem útskrifast með BA-gráðu í miðlun og almannatengslum. Og næsta vil ég kynna Ingunni Bylgju Einarsdóttur en hún jafnframt hæsti nemandi í grunnnámi í félagsvísindadeild. Það að launum niðurfelld 20 eininga skólagjöld í meistaranámi við skólann. Gjörðu svo vel og innilega til hamingju. Og síðast en ekki síst, Þórhildur Þórarinsdóttir, BA í heimspeki og stjórnmálafræði.
að endingu vil ég kynna ræðumann grunnnema í félagsvísindadeild en það er Hallur Guðmundsson, fyrsti BI í miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst. Gjörðu svo vel. Ég vona að hafi nægan tíma. Ágætu samnemendur, rektor, kennarar, starfsmenn og aðri gestir. Hvort sem þeir eru búin að fara í Costco eða ekki. Það er talað um fátt annað en Costco, hvort sem þeir í heitupottunum, tertubóðunum eða á þingi. Ég var tilfallandi staddur í Costco síðasta laugardag, þar sem ég hitti ágætan mann sem bað mig að halda ræðu hérna í dag. Hann veit greinilega ekkert hvað hann er að fara út í. En ég þáði boðið, og hér er ég. En ástæði þess að ég hóf skólagöngu á Bifröst var ekki einhvers konar 6 lítra tilboð í Costco. Það var einhvern veginn svona, síminn hringdi. Halló, komdu sæll kæri sonur. Sæll pabbi. Ég veit hvað þú ætlar að gera næsta haust. Nú er kallinn orðinn ræðilega ruglaður maður. Ha, ég? Nei, ég ætla bara að vinna fram í bókasafninu, ekkert annað planað. Jó, þú ætlar í háskólagáttin á Bifröst. Háskóla hvað? Ég er ekki eins og með stúdentspróf. Já, þá klárar þú student í háskólagátt. Og þetta var í janúar 2013 minni mig. En allt í einu var ég búinn að skrá mig í fjarnám í háskólagátt. Og í lok ágúst 2013 mætti ég hér í Hriflu, skjálfandi á beinunum, settist aftast og var mjög efins allt þetta brölt á mér. Þetta átti að verða loka tilraun til þess að klára aðgöngu með hana háskólanámi, síðasta tilraunin af allt of mörgum. Já, ég var dropout. En þarna satt ég og mér langaði heim og mér leið eins og grís sem hafði borgað fyrir það að láta leiða sér til slátrunar. Í þessum fyrsta árgangi í háskólagátt voru margir meistarasnillingar sem hafa fylgt mér í gegnum grunnnámið. Á þessum fyrstu augnablikum settist við hlið mér mórauða tindilfætta gimbrin af Jökuldal. Ingunn mín, stattu upp svo fólk sjáu þig. Já, það var ýmislegt furðulegt brallað og yfirleitt eftir hressilegan drekkutíma hérna á Bifröst. Já, ég viðurkenni það, við drukkum allt áfengið. En hvílíkir tímar. Mér skilst að sé ennþá vera að tala okkur á kennarastofunni og víðar. En þessi hópur var asnalega samheldinn í háskólagáttinni sem kom sér vel í náminu og svona var þetta líka í flestu námskeiðum í grunnnáminu. Þannig að svona er Bifrastarandinn fyrir mér, samheldni og vinskapur. Í gáttinni streymdu verkefnin yfir okkur og gekk mér þokkalega til að byrja með, en allt í einu fóru verkefni einhvernir í ákveðnu námskeið að dala. Ég held ég var að læra þetta voða vel og væri voða góður og gera þetta allt rétt, en að kennarinn var að gera eitthvað vitlaust. Eitt samnemandi minn spurði mig hvort ég hefði ekki skoðað fyrirlestrana. Ég sagðist ekkert meira því. Ég var í 2 kórum, 1 og hálfri hljómsveit, ég var stjórnarformaður Ásatrúarfélagsins og heimilisfaðir. En ég kláraði gáttina með fínni meðalengun og þá var ég í 1 hljómsveit, 1 kór og óvirkur heimilisfaðir. Mitt ráð til ykkar sem hyggið á frekara nám, sérstaklega ykkur úr háskólagáttinni. Losið ykkur við mest af félagslífinu því að þið hafið engan tíma í það hér eftir og skoðið þið fucking fyrirlestrana. Afsakið rektor, ég vona að ég verði ekki víttur fyrir þetta orðbragð, þetta kom alveg óvart. En það virðist vera svo að fólk hafi ílenst hérna á Bifröst, bæði við nám og síðar störf. Eftirfarandi ætti vel við Bifröstinga þó að ekki sé beinlínist ort þá. Efst upp á Arnarvatnsheiði eru 4 menn, ef þeir eru ekki farnir, þá eru þeir þar enn. Allavega, ég skráði mig í HHS. Í ágúst 2014 var ég afturmættur í Hriflu og nú voru nokkur á háskólagáttinni sem héldum hópinn og ég frétti síðan annars staðar frá að við hefum litið út eins og svona cool kids í amerísku high school myndunum. Korteri síðar vorum við öll saman orðin hinn ómótstæðilegu á Bifröst. Það eru allir ómótstæðilegir á Bifröst.
Ég fann mig ekki nógu vel í HHS og skellti mér yfir í splunkunýja og brakandi ferskabraut, miðlun og almannatengsl, sem ég sem sagt að útskrifast af hér í dag. Ég mæla alveg með þessu, stórskemmtileg braut. En leið sótti ég skiptinám í The Hague University of Applied Sciences í Hollandi, eða Hagaskóla eins og ég vildi kalla hann. Allt í einu var ég komin til Hollands og ég spurði mig, hvert fjáran ég nú búin að koma mér út í? 45 ára í skiptinámi og nemendurnir getur næstum allir verið börnin mín. En ég held að svo sé ekki. Ég var enda skiptinemi 1987-88 í Hollandi og nei, ég held að þetta verið all útskrifað allavega. En ég vil segja það við ykkur líka sem að hyggið á frekara nám, farið í skiptinám. Þetta mjög dýrmætt og þetta þroskaði mig mjög mikið félagslega en það komið tími til. En eins og gefur skilja getur ýmislegt gerst á námstímanum, bæði í skóla og einkalífi. Og ég var næstuði hættur í námi á vormánuðum 2016. Andlát móður minnar eftir erfið veikindi og að lenda í bílveltu sem farþegi mánuði síðar tóku mjög á mig. Námið á Bifröst fékk mig til að halda á sönsum, þannig að ég hélt áfram. Þökks í nemendum, samnemendum, kennurum og elsku vinkonu minni henni Ingunni Bylgju, startu hún aftur upp svo fólk geti séð þið aftur. Hún sendi mér góða strauma frá Egilsstöðum og hjálpaði mér með verkefnin, þakkingun. En hvað hef ég lært af þessu skólastúsi? Það eitt umfram annað sem ég finnst mikilvægast og það samvinnan. Ég svo sem alltaf geta unnið vel með fólki en lykilatriðið að nálgast viðfangsefnin með æðruleysi og án fordóma. Þá eru manni allir vegi færir. Í akademísku starfi miðla kennarar ákveðnum upplýsingum til nemenda sem síðan ættu að kafa dýpra í efnið og kynna sér það nánar ef efnið standa til. Og hver haldið hafi endalega átt að segja þessu við skrifum BR-ritgerðar. Já. Ég hef kynnst mörgu góðu og skemmtilegu fólki hér á Bifröst, en líka nokkrum leiðindaskorfum. Þeir leiðindaskarfar eiga það sameiginlegt að hafa skrifað óbærilega leiðinlega kennslubækur og eru líklega allir steindauðir eða minnstakosti læstir einhvers staðar inni sökum ofstopakenndrar notkunar á skelfilega þurru og leiðinlegu máli. Góða fólkið hins vegar samnemendum mínir og starfsfólks skólans. Þið. Áður en ég klára þetta raust þá vil ég nefna nokkra einstaklinga sem hafa stutt mig með ráðum og dáð. Ég sagði hvort það yrði sjálfhvert. Það er pabbi, Lobbi. Klappiði fyrir kallinu. Það var hann sem ýtti mér á staði í þetta hérna 2013 og hefur stutt með mér ráðum og dáð. Ingunn Bylgja, ertu orðið þreytt í lærinu, þú þarft ekki að standa upp núna en takk samt. Villi rektor, fyrir að vera rektor. Svo langar mig að nefna stjúppappa minn á Þórólf sem er ekki hérna í dag reyndar en hann er á myndnar og helvítisgangi eða vilja sjá hann. Og svo elsku eiginkona mín Ásdís Huld sem situr þarna einhvers staðar út í horni. Og ég þetta er svo manneskja sem hefur það mesta langlundageð sem ég hef kynnst og þolinmæði í massavís, svona eins og magnpakningarnir í Costco. Í dag skilja leiðir í bili, elsku Bifröst. Ég komin í sumarvinnu, ég í einni hljómsveit sem æfir stópult, einum kór og veit ekki lengur hvað heimilistörf eru. Bifröst kemur alltaf til með að eiga sérstakann stað í hjarta mér og það er aldrei að vita nema við Bifröst komum til með að eiga samleið aftur. En nú höldum við öll út í sumarið með vitnisburð góðan tíma á Bifröst. Tíma þar sem maður mætti hér einn með sjálfum sér, reyndi ýmislegt en fagnar svo með vinum að lokum. Í Hávamálum þetta sagt svona: ungur var ég forðum, fór ég einn saman, þá varð ég villur vega, auðigur þóttumst, ég annan fann, maður manns gaman.
Þakka þér fyrir, Hallur. Þetta var hinn fínasta ræða, skemmtileg. Þakka hlý orð í garð okkar sem hér störfum. Takk fyrir það. En þá er komið að lagadeildinni og það er Unnar Steinn Bjarndal, starfandi deildarforseti sem útskrifar, ásamt Vilhjálmi Egilssyni, rektor. Gjörið svo vel. Já, rektor, samkennarar, kæru útskriftarnemendur til hamingju með áfangan. Ég hjó eftir því að Sigrún titlaði mig starfandi deildarforseta. Ég veit ekki hvort það sé skot á aðra deildarforseta hérna. Þeir séu ekki jafn starfandi. En ég færi bestu kveðjur til háskólahátíðar frá Helgu Kristínu Auðunsdóttur sem er deildarforseti. Þó ekki starfandi, hún er í doktorsnámi í lögfræði í New York. Hún færir útskriftarnemendum og öðrum á háskólahátíð sína bestu kveðjur. Það er gaman að horfa yfir hennar glæsilega hóp, gaman að sjá þess að fallegu bláu húr, vonast til þess að sjá ykkur sem flest í lagadeildinni í haust. Svona smá samkeppni hérna greinlega, við erum að reyna að veiða ykkur í okkar deildir. En það er líka afskaplega gaman að heyra útskriftaræður, útskriftarnema af því að ég svona heyri að rauði þráðurinn er bifrastarandinn, vináttan, samvinnan og það er greinilegt að þið farið með fleira dýrmætt í farteskinu hérna í dag heldur en útskriftarskírteininn ykkar og það er vinasambönd sem að enda stólandi lengi. En þá skulum við vinda okkur í þetta. Við útskrifum sem sagt úr grunnnámi í lagadeild og það er BS-gráða í viðskiptalögfræði. Og það er Árdís Rut Einarsdóttir, hún er fjarverandi, við skulum gefa henni gott klapp. Og þá er það Ásdís Hrönn Petersen Oddsdóttir sem að einnig líkur BS-gráði í viðskiptalögfræði. Hún er fjarverandi en hún er með hæstu meðalengun í grunnnámi í lagadeild og fær 20 eininga skólagjöld niðurfelld í meistaranámi og við skulum gefa henni mjög gott klapp. En þá er það Jónas Halldór Sigurðsson sem að líkur BS-gráði í viðskiptalögfræði. Kamila Rún Sigurðardóttir og hún líkur BS-gráði í viðskiptalögfræði. Þórunn Unnarsdóttir sem að einnig líkur BS-gráði í viðskiptalögfræði. Og síðast en alls ekki síst Þröstur Hallgrímsson, hann líkur BS-gráði í viðskiptalögfræði, hann er fjarverandi og við skulum gefa honum gott klapp. Kæra háskólahátíð, ég vek athygli á því að þetta heitir háskólahátíð. Við erum öll að halda upp á glæsilegan árangur, áfanga hjá þessum flottu útskriftarnemum og einn af þeim allra flottustu er Jónas Halldór Sigurðsson og hann er ræðumaður grunnnema í lagadeild. Gjörðu svo vel. Það með mig eins og marga aðra, menn eru plataðir í ýmis störf. En rektor, kennarar, starfsfólk skólans, útskriftarnemendur og aðrir hátíðargestir. Það með mig eins og marga aðra að ég hóf nám mitt hérna í gegnum háskólagátt. En það atvikaðist þannig að stjörnubjart kvöld, 1. júní árið 2013, þá kom kona mín upp í rúm til mín þar sem ég var að fara inn í draumalandið. En það gerist nefnilega stundum að kona mín, hún þarf mjög mikið að tala við mig svona þegar maður er að detta inn í draumalandið. Ég veit ekki hvað það er á fleirum en ég hef grunn það. Nema hún sem sagt var að horfa á, eða var að skoða einhverja síður á internetinu
og datt auglýsingu frá Háskólanum á Bifröst, þar sem var að auglýsa háskólagátt skólans. En ég hafði í nokkur ár verið að velta fyrir mér að auka menntun mína á þess að ég raun og veru að gera einhverja alvöru úr því. Ég hlustaði náttúrulega athygli á konuna mín eins og alltaf og meðan hún las þessa auglýsingu fyrir mig frá skólanum og eftir lesturinn að það ákveði nú þess ég var nú vaknaður að setjast við tölvun og skoða þetta aðeins. Og úr varð að ég sendi inn umsókn. Þar sem ég átti nú öll gögn minn ársferil og annað í handraðanum, þar sem ég var búinn að vera að velta þessu fyrir mér. Nú ég fer svo í vinnu morguninn eftir og svona aðeins að velta þessu mikið meira fyrir mér. En þegar ég kom heim kvöldmat, þá beið mín tölvupóstur frá skólanum, frá Háskólanum á Bifröst, þar sem ég var boðið skólavist. Nú voru góður á dýr, annarkvort að stökkva á stað eða hverfa frá. Og þeir sem þekkja mér vita það að ég ekkert mikið fyrir það að hverfa frá því sem ég hef svona verið að ákveða. Nema við sömu aðstæður, þetta sama kvöld, þá kemur konan til mín og verður að veltaði fyrir sig hvort að hún ekki bara fær í skólan líka. Og við ákveðum það í sameiningu að við skildum bara að fara bæði í skóla. Þannig að við ákveðum á einnig, eða í raun og veru á 2 kvöldstundum að kollvarpa lífi okkar, segja upp vinnunni, selja húsið og flytja á Bifröst. Það verður að segjast að setjast á skólabekk á besta aldri. Það var nú svolítið meiri hausverkur heldur maður hafði í raun og veru kannski gert sér í hugalundum. En allt hafðist þetta með blóð, svit og tárum. Sérstaklega minnisverð verkefnin hjá Jóni Frey í starffræði þar sem hann krafðist þess að allt yrði sett upp fallega og fínt í vörn eins og þið heyrið, þá hlæja nemendurnir í háskólagátt, þannig að þetta virðist vera ennþá svona. En eins og ég, þetta hafðist allt saman. Og þar sem að kona mín var nú í námi að þá ákváði ég að halda áfram. Og hún ætlaði byrjaði í viðskiptafræði en skipti svo yfir í viðskiptalögfræði. Þannig við enduðum bæði í viðskiptalögfræði. Börnin okkar, þau fóru semst í Varmalandsskóla og mér þykir mjög mikilvægt að það komi fram að Varmalandsskóli er eitthvað best geymda leyndarmál Borgarbyggðar. Þar er yndislegt fólk sem heldur utan börnin okkar og metnaðarfullt starf þar sem að fjölbreytnin er í fyrirrúmi. Til dæmis eins og með veiðidegi sveitadögum þar sem að nemendur búa á sveitabæi í 2 daga eða annað aðstoða til dæmis við sauðburð eða slíkt. Nú, haustið 2014 var haldin kynning þar sem var verið að kynna skiptinám fyrir nemendum. Við vorum búin að velta því fyrir okkur fljótlega eftir við komum hingað að fara í skiptinám eða skoða það. Það var haldin kynning og þar á meðal var skóli sem heitir Aristoteles University í Þessalóníku í Grikklandi. Og úr varð að við fórum 5 nemendur hérðan með 4 börn og eina unga stúlku eða getur sagt Veroniku með okkur. Og það verður að segjast að þegar við tilkynntum okkar nánast á fólki að við ætlum að fara til Grikklands að þá runnu svona 2 grímur á sauma og við fengum spurningar eins og er ekki Grikkland gjaldþrota? Er til ykkur matur þarna eða hvernig er með heilbrigðisþjónustu? Ég svaraði á það leið að
Það hlýtur að vera eitthvað til þess að býta og brenna þarna og einhverjir spítalar þar sem það byggja þarna 1,5 milljón manns, þannig að þetta hlýtur að reddast. Nema við förum út og ákvaðum að vera á hóteli í 2 vikur á meðan við fundum okkur íbúðir til þess að búa í. En Guðmunda tók það svona að sér að vera í samskipti við leigumiðlar og annað. Og hún gróf upp leigumiðlara sem heitir Kleópatra. Kleópatra gekk okkur í móðurstað, hreinlega. Hún tók að sér að finna fyrir okkur íbúðir á stað sem er á svipaðri stærð og Akureyri. Ég man nú ekki hvað heitir akkurat núna en sem kannski ekki, skiptir ekki höfuðmáli, en hún græjaði krakkan okkar inn í skóla og hjálpaði okkur við að nálgast pappíra og önnur gögn, svona þannig að við vorum í raun og veru eins og bara hver annar Grikki. Nú, það verður að segjast að ég dáðist af börnunum mínum, dóttir sem er 7 ára og strákur 11 ára gamall. Að viku til 10 dögum eftir að þau voru komin inn í grískan, svona public skóla, það sem var tölu gríska og einstaka nemandi talaði ensku. Að þau voru farin að leika við krakkana og þetta virtist bara renna alveg ótrúlega vel áfram. Að 6 mánuðu liðnum þá skildi dóttir mín orðið hvert einasta orð í grísku sem var sagt við hana. Og ef við verið aðeins lengur þá hefði hún talað grísku, sem er ótrúlegt. Og drengurinn skildi líka allt sem við hann var sagt og hann vil ekki viðurkenna það. En það er bara þannig. Já, við vorum á einhvern veitingastað eða eitthvað svoleiðis og hann var alltaf að lega pabbi, hann er að meina þetta sko. Þannig að það var yndislegt. Ég get ekki annað en minnst á kennarana líka í þessum skóla og stjórnendur skólans. Þau lögðu sig fram við að krökkunum leið sem best og skólastjórinn til dæmis leyfiði stráknum mínum að hafa GSM símann sinn sem var venjulega bannað fyrir nemendur. En það var til þess að hann gæti notað Google Translate. Til þess að ef hann skildi ekki það sem kennarinn var að segja á ensku við sig, þá gæti hann skrifa þá íslensku í Google Translate og fengið það út á ensku. Og þannig að þau gáttu tala saman. Svona er tæknin yndisleg. En það er nefnilega þannig að í þessum skóla þar sem voru þá var ein tölva internet tengt og það var tölvan hjá skólastjórunum. Og til þess að lýsa svona nýtninni að þá var svona lína eftir honum miðjum. Og þannig að hann sá ekkert, ef hann var að skrifa eitthvað þá sá hann ekki nema svona hlut á orðunum stundum. Og ég sagði við hann, byrju fyrirgefðu, akkur kaupir ekki nýjan skjá? Já, hér er það þannig að við verðum bara að halda okkur innan ákveðina marka og ég forgangsraði þannig að ég ákvað að mála skólan og svona frekar heldur en að kaupa ykkur tölvur og svona dót. Og annað sem vakti athygli mína og ég vona Vilhjálmur þú takkir þetta ekki til þína, að í október, nóvember og desember þá var skólinn skertur klukkustund. Og það var til þess að eiga fyrir kennslun í janúar, febrúar og mars. Þannig að þetta var mjög lærdómsríkt að sjá í raun og veru hvað við njótum þess sem við höfum hér á Íslandi, þó við kannski viljum ekki alltaf alveg svona bekkina að við höfum það voðalega gott. En já, á þessari vegferð okkar hann í Greiklandi þá kynntust við fólki sem átti dóttur í skóla með krökkunum sem báru þann ávöxt að við erum að fara núna seinna í sumar í mánaðardvöl til Greiklands og ferðast með þessu fólki Greikland. Þannig að það er ekki bara að Bifröst skapi vinabönd innan skólans eða annað, heldur tengist þetta út allt. Og eins og allur sagði áðan, ég hvet alla sem að hafa möguleika á því að fara í skiptinám
að fara í skiptinám því það er ótrúlega lærdómsríkt. Nú eins og ég sagði áðan, við fórum í skóla sem heitir Aristoteles University í Thessaloniki og í skólanum nú ekki nema 40 deildir. Hann nær yfir 33,4 hektara skólinn og nemendafjöldin 74.000. En í þeirri deild sem við vorum, lögfræðisviðinu, þar var svona frekar fábrotinn aðbúnaður. Þar var til dæmis ekki að finna svona skjávarpa eða einhverja stóra skjái eða tölvur í hverju rými. Þar var ein tölvustofa, þar sem voru gamlar og fínar tölvur með stórum og fínum túpuskjám eins og við vorum með hérna kringum 1980. Og þær virkuðu svona á hraða sníkilsins, en þetta gekk allt saman. Kennararnir voru mjög góðir og mjög bara magnað að upplifa þetta. Nú, ef við snúum okkur hérna að Bifröst. Á Bifröst stórkostlegt að vera, það bara ósköp einfalt. Umhverfið hérna stórfenglegt og allavega fyrir mína parta þá hef ég nýtt margar stundir í það að rölta hérna fjöll og hyttindi með hundinn minn. Bæði til þess að efla andan og líka bara svona melta námsefnið. Því hvað betra en fuglasöngur og kyrrð með maður að velta einhverju vafaatriði fyrir sér. Nú eða bara sitjast á þú og stara út í loftið. Það allavega gefur mér mjög mikið. En að lokum þá vil ég bara óska öllum til hamingju með daginn og takk fyrir mig. Þakka fyrir Jónas, hlý orð í okkar garð hér og gaman að heyra af skiptinámi skila sér í svona miklum tengslum, mjög áhugavert. Þá erum við komin að meistaranáminu og það viðskiptadeildin sem fyrst, Sigurður Ragnarsson deildarforseti, mjög mikið starfandi alla daga og Vilhjálmur Egilsson rektor, gjörið þið svo vel. Já, það eins gott að vera vel starfandi meðvitund hér. Þessu fallega degi, en í þeim tölu orðum stór og fallegur hópur hér að koma upp. Meistaranemar í viðskiptadeild. Gaman að sjá ykkur. En fyrst hér á listaði okkur Anna Marín Þórarinsdóttir, en hún að útskrifast með MS-gráðu í alþjóðlegum viðskiptum. Svo vel. Hamingju. Anna Marín, þú átt reyndar annað hérna, ég ætla nefnilega að nefna að þú varst líka útskrifast með MS-gráðu í forust og stjórnun. Ég held það. Er það ekki? Það mjög óvunlegt. Afsakað þetta. Til hamingju. Takk fyrir það. Maður sér það borgar sig að vera með hullir í meðvendið þarna. Næst á dagskrá Anna Ólöf Kristjánsdóttir að útskrifast með MS-gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel. Og þá það Anna Sigríður Guðnadóttir að útskrifast með MLM-gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Nú Auður Einarsdóttir útskrifast með MS-gráðu í forystu og stjórnun en því miður fjarverandi. En það hins vegar ekki Auður Stefánsdóttir. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Innilega. Útskrifast með MLM-gráðu í forystu og stjórnun. Nú Ásta Lilja Bragadóttir, gjörðu svo vel.
Innilega til hamingju. Hún útskrifast með MS gráðu í forystu og stjórnun. Nú, Björgvin Jónsson útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel, Björgvin. Og Elva Kristín Sigurðardóttir útskrifast með MS gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel. Innilega til hamingju. Guðrún Elín Guðmundsdóttir útskrifast með MIB gráðu í alþjóðlegum viðskiptum. Gjörðu svo vel. Og Guðrún Guðmundsdóttir útskrifast með MS gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Nú, Hallur Magnússon útskrifast með MIB gráðu í alþjóðlegum viðskiptum því miður fjarverandi. En Helga Dröfn Þórarinsdóttir útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun. Innilega til hamingju, til hamingju. Og Helga, ég leyfi mér nú að smella þig því þú ert verðlaunahafi hér. Þú hefur hlotið hæstu einkunn útskriftarnema í meistaranámi í viðskiptadeild og hlýtur hér á launum Lenovo spjaldtölvu. Innilega til hamingju. Gjörðu svo vel, til hamingju. Gott. Og þá það Helgi Helgason útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun. Til hamingju. Það eins gott að sé metaðsókn í meistaranámi, það eru svo margir útskrifast hérna. Hildur Guðrún Elíasdóttir útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun. Og Hjörtur Jónsson útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun. Nú, Íslefur Örn Guðmundsson útskrifast með MS gráðu í forystu og stjórnun því miður fjarverandi. En það ekki Jóna Dóra Ásgeirsdóttir, gjörðu svo vel, MLM gráða í forystu og stjórnun. Innilega til hamingju. Og næst Linda Björg Árnadóttir útskrifast með MS gráðu í forystu og stjórnun. Til hamingju. Og Margrét Helga Björnsdóttir útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel, til hamingju. Og þá næst Ólafía Bjarnadóttir sömuleiðis útskrifast með MLM gráðu í forystu. Til hamingju. Nú, Selma Rut Iqbal fjarverandi en hún útskrifast með MIB gráðu í alþjóðaviðskiptum. En Sigrún Hólm Þorleifsdóttir útskrifast með MS gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu svo vel, innilega til hamingju. Sigrún Ísaksdóttir útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun því miður ekki með okkur í dag. Og ekki heldur Sigurbjörg Kristmundsdóttir útskrifast með MIB gráðu í alþjóðlegum viðskiptum. En
Silja Dögg Gunnarsdóttir að ljúka hér MIB-gráðu í alþjóðlegum viðskiptum, innilega til hamingju. Og þá næstur Þórir Kristjánsson sem sömuleiðis útskrifast með MIB-gráðu í alþjóðlegum viðskiptum. Til hamingju. Og þá að lokum Þura Björk Hreinsdóttir sem útskrifast með MLM-gráðu í forystu og stjórnun. Gjörðu þau innilega til hamingju. Ef við ekki að gera klapp. Hamingju. Og þá komið að útskrift meistaranema í félagsvísindadeild og ég bið Sigrúnu Lilju Einarsdóttur að koma á svið og útskrifa með mér. Martin. Í dag eru 12 nemendur að útskrifast úr meistaranámi í menningarstjórnun. Nú, þessi gráða hefur verið svona festast í sessi hjá okkur og aðsókn í hana hefur verið nokkuð stöðug undanfarin 10 til 12 ár og það eru margir útskrifaðir nemendur í menningarstjórnun sem eru framarlega í stjórnunarstörfum í menningargeiranum. En ég vil biðja fyrst að koma hingað Andreu Björgvinsdóttur, Emma í menningarstjórnun. Gjörðu svo vel. Og síðan það Anna María Bjarnadóttir, Emma í menningarstjórnun, hún fjarverandi. Og Anton Orri Dagsson, Emma í menningarstjórnun, hann líka fjarverandi. Ása Fanny Gestsdóttir, Emma í menningarstjórnun, en hún hæst í meistaranámi í menningarstjórnun og fær að verðlaunum Lenovo spjaldtölvu og ég vil biðja ykkur að gefa henni gott klapp, hún fjarverandi. Það alveg að koma þér. Já, ekki alveg strax. Og næst Björk Sigurðardóttir, Emma í menningarstjórnun, hún fjarverandi. Mikið að gera, greinilega. Nú næst Fjóla Borg Svavarsdóttir, Emma í menningarstjórnun. Og síðan það Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir, Emma í menningarstjórnun. Næst Hulda Hrönn Ágústsdóttir, Emma, hún diplóma í menningarstjórnun en hún fjarverandi. Næst Jóhanna Kristín Jónsdóttir, Emma í menningarstjórnun. Næst Kristín Vala Þrastarsdóttir, Emma í menningarstjórnun. Og síðan Margrét Kristín Pétursdóttir með diplóma í menningarstjórnun, hún fjarverandi. Og síðast en alls ekki síst Ólöf María Ingólfsdóttir, Emma í menningarstjórnun.
gefum þessum glæsilega hópi gott klapp í lokin. Og þá komið að útskrift meistaranema í lagadeild og bið ég Unnar Stein Bjardal að koma hér og aðstofa mig við það. Já, ágæta háskólahátíð, þetta fyrir nú að verða búið. Margir búin að fá skírteini sín. Þetta gleði og ánægju dagur. Kannski finnst ykkur öllum, ekki alveg öllum, gleðilegt að við erum að fara að fjölga hérna lögfræðingum í heiminum. En ég get fullvissa ykkur að þetta er allt saman góðir lögfræðingar og þau hafa verið hvött til þess að nota menntun sína og starfsréttindi til góðs. Og við skulum vinda okkur í þetta. Lilja Björg Ágústsdóttir. Hún lýkur ML gráðu í lögfræði. Innilega til hamingju. Við byrjum að stoppa aðeins. Ég ætla að biðja hann að doka hérna við á sviðinu vegna þess að hún er með hæstu meðalengun meistaranema í lagadeild og hlýtur glæsileg verðlaun og það er Lenovo spjaldtölva. Gjörðu svo vel og innilega til hamingju með árangurinn. Já, það er nöðsynlegt. Og tölvuna. Og tölvuna líka. Þú verður að sýna tölvuna. Þannig. Já, hvað er bara þetta? Ólöf Hildur Gísladóttir útskrifast í dag með ML gráðu í lögfræði. Hún er fjarverandi, en við skulum gefa henni gott klapp. Og þá að lokum Telma Dögg Theodórsdóttir og hún útskrifast í dag með ML gráðu í lögfræði. Þetta er innilega til hamingju. Og nú vil ég biðja ræðumann fyrir hönd meistaranema Önnu Marín Þórarinsdóttur, MS í alþjóðlegum viðskiptum og einnig með MS í forystu og stjórnun að koma hér upp á svið. Gjörðu svo vel. Ágæti rektor, nemendur, kennarar, starfsmenn og aðri gestir. Ég þakka þann heiður að fá að ávarpa þessi samkomu hér í dag. Það er mér mikill heiður að fá að gera það, en aftur á móti þegar ég fekk símtalum og að beðin að gera þetta, þá fékk ég ákveðnar mínútur sem ætti að vera miðmið, en mér heyrist nú ekki allir hafa fengið því skilaboð, en ég skal reyna að halda mig innan þeirra. En það sem að meistaranema hópurinn er bæði fjölbreyttur og stór er erfitt kannski að tala fyrir hönd allra, en mér langar ég að segja nokkur orð kosti þess að stunda nám við Háskólann á Bifröst og hef ég trú á því að margir nemendur deili þeirri skoðun með mér. Bifröst býður upp á afar öflugt og gott fjarnám á meistarastigi sem segja mætti að væri óháð stað og stund. Þá meina ég að nemendur geta verið staðsettir hvar sem er í heiminum og stunda námi á þeim tíma sólarhrings sem hverjum og einum hentar. Einnig býður slíkt kennslufyrirkomulag upp á ákveðinn sveigjanleika. Nemendur á meistarastigi hafa í flestum tilfellum fleiri hlutverkum að gegna en því að vera bara nemendur. Við erum makar, foreldrar, starfsmenn og vinir og svo mætti lengi telja. Sveigjanlegt kennslufyrirkomulag skólans hjálpaði mér allavega að geta mætt öllum þessum hlutverkum betur. Þrátt fyrir að togstreitan forgangsröðun hafi auðvitað verið til staðar. Það sagði heldur enginn að þetta yrði auðvelt, en ég tel að þessi togstreita styrki mann líka því hún heldur manni betur við efnið og myndar þannig ákveðin aga á námstímanum. Á vinnum helgum fá nemendur síðan tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og setjast á skólabekk og njóta þess að vera bara nemendur, þó ekki sé nema í 2 til 3 daga í senn.
og má segja að maður hefði oft getað þegið smá fremlengingu á þeirri sveitasælu. Persónlegt viðmót er einnig einkennandi fyrir skólan og því tengist maður skólanum sem einstaklingar en ekki bara sem kennitala í kerfinu. Einnig langar mig að minnast á þá góðu þjónustulund sem hér er til staðar hjá öllum starfsmönnum skólans og veit ég að ég er ekki ein þá skoðun, eins og hefur margoft komið fram hér í dag. Maður finnur fyrir því í náminu á Bifröst að starfsmenn eru tilbúnir að leggja sitt á mörkum til að námið skili árangri hjá nemendum. Ég vil nýta hér tækifærið og þakka fyrir mig. Þetta hefur verið fróðlegt og ekki síst skemmtilegt nám sem ég hef farið í gegnum og vil ég þakka kennurum mínum og öðrum starfsmönnum skólans fyrir samstarfi. Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Einari Svanssyni, fyrir þá hvatning og stuðning sem hann veitti mér í gegnum meistaraverkefnið. Ég stend hér sem stoltur bifreiðstingur í dag og að lokum óska ég útskriftarnemum innilega til hamingju með áfangan. Takk. Innilega til hamingju, meistaranemar, og ég vil þakka og við Önnu Marín sérstaklega fyrir hennar framlag til námsins hér og að klára hér með 2 meistaragráður. Það er alveg mjög merkilegt og ekki oft sem það gerist. En þá er komið að ræðu rektors og það er hátíðaræða dagsins sem að Vilhjálmur Egilsson rektor flytur. Gjör svo vel. Ágætu útskriftarnemar, aðrir bifreiðstingar og gestir. Við erum samankomin á mikilli gleðistund í lífi okkar allra. Yfir 120 nemendur eru að útskrifast með próf frá skólanum okkar. Þetta er glæsilegur hópur. Við erum stolt af árangri þeirra. Nám í Háskólanum á Bifröst er stórt skref áfram í lífi allra sem koma hingað í skólan. Þetta skref og útskrift úr skólanum er alltaf upphafið að einhverju meira og betra. Námið opnar dyr inn á nýjar framtíðar brautir, skapar tækifæri sem í senn spennandi og ögrandi. Við höfum allar ástæður til þess að gleðjast og fagna, njóta dagsins og horfa bjartsýn fram á veginn. En við skulum líka þakka fyrir okkur. Ljúft er og skylt að þakka öllum þeim sem hafa tekið þátt í að skapa þessa gleðistund. Í stuðningsliði útskriftarnemana eru fjölskyldur og vinir sem hafa lagt sitt af mörkum, hvatt til dáða, veitt svigrúm, sýnt skilning, hjálpa til með ýmsum hætti. Gefum stuðningsliðinu sinn hlut í gleðinni. Við tökum ekki neitt frá útskriftarnemanum sjálfum. Prófgráður frá Bifröst koma ekki sjálfkrafa. Það þarf að hafa fyrir þeim. Verkefnin skila sér ekki sjálf, prófin taka sér ekki sjálf. Við þurfum að hafa fyrir öllu hér í Háskólanum á Bifröst. Það skeður ekkert fyrir okkur, segjum við. Það á ekki síst við nemendur skólans. Nám á Bifröst er ekki bara vinna, það er heilmikil vinna og miklar kröfur eru gerðar. Útskrift úr skólanum sýnir að gott verk hefur verið unnið. Útskriftarnemendur okkar ætla sér lengra í lífinu. Verslunarstjórafólkið vill verða betra í sínu fagi. Þau sem útskrifast úr háskólagáttinni hafa nú öðlast réttindi til háskólanáms. BS og BA-nemendurnir geta hæslað sér stærri völl á vinnumarkaðnum eða haldið áfram í meistaranám. Og þau sem ljúka meistaranámi hafa styrkt stöðu sína á vinnumarkaðnum. Það er gaman að fylgjast með bifreiðstingum á vinnumarkaðnum. Við sjáum víða fréttir af þeim og lesum hvað þeir eru að gera og hvernig námið á Bifröst hefur gagnast. Við bíðum spennt eftir því að sjá hvaða afrek útskriftarnemarnir okkar í dag eiga eftir að vinna.
Þau munu örugglega láta að sér kveða. Margir sem útskrifast í dag ætla að halda áfram námi hér í Háskólanum á Bifröst. Velkomin aftur í haust. Við hlökkum til að sjá ykkur og hjálpa ykkur við að takast á við ný og krefjandi verkefni. Við hina sem kveðja skólan vil ég segja, þakka ykkur fyrir ykkar framlag til skólans og megið þið öll njóta ykkar í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Háskólinn á Bifröst verður 100 ára stofnun á næsta ári. Ein öld langur tími í öllu því sem íslenskt svo ekki sé talað hvað við erum komin með stóra markaðshlutdeild í Íslandssögunni sem nú ekki nema rúmlega 1100 ára. Eftir rúman áratug verðum við búin að ná 10% markinu miðað við lengd Íslandssögunnar. Það merkilegt í sögu skólans að hlutverk hans hefur verið óbreytt allan þennan tíma. Hlutverk skólans að mennta fólk til forystustarfa í atvinnulífinu og samfélaginu. Og skólinn hefur staðið undir þessu hlutverki. Bifröstingum hefur almennt gengið vel þar sem þeir hafa haslað sér völl. Bifröstingar eru ekki að taka að sér forystustörf bara til þess að ráða og ráðskast með mál og fólk. Við höfum líka tilgang með því að sækjast eftir tækifærum til forystu. Við bifröstingar viljum láta gott af okkur leiða. Við viljum vera skapandi einstaklingar sem styrkja atvinnulífið og bæta samfélagið. Við höfum metnað, vissulega, og metnaður dygð, en við viljum varast græðgi, því að græðgin löstur. Við viljum þekkja línuna á milli metnaðar og græðgi. Einmitt það viljum við hafa lært eftir vist okkar hér í Háskólanum á Bifröst. Við viljum líka geta verið stolt fólk. Ég sé stoltið skína hér í salnum. Stoltið af góðum árangri, af mikilli vinnu og þolgæði. Bifröstarglampinn í augum ykkar allra, kæru útskriftarnemar. En við erum ekki hrokafull. Við þekkjum munin á stolti og hroka. Í Háskólanum á Bifröst lærum við að læra. Við vitum að við búum ekki yfir allri þekkingu heimsins í okkar fögum. Við þekkjum takmörk okkar og vitum hvað við vitum í raun lítið. En Háskólinn á Bifröst kennir okkur betur en flestir aðri skólar hvernig á að afla sér nýrrar þekkingar. Það sem við lærum úreldist oft því að landamæri þekkingarinnar eru sífellt að færast út. Ný tækni ryður sér til rúms á miklum hraða, við þurfum sífellt að tileinka okkur nýjungar og vera í fararbroddi breytingana sem nýmælin leiða af sér. Við bifröstingar erum því ekki bara stolt fólk, við erum líka auðmjúkt fólk. Við berum mikla virðingu fyrir því sem við höfum lært, en gerum okkur grein fyrir því að við munum alltaf eiga mikið eftir ólært. Í Háskólanum á Bifröst lærum við líka að hlusta á aðra og vinna með öðrum. Við tileinkum okkur samvinnu og geta okkar til samvinnu við annað fólk hefur lykil þýðingu. Öll hópaverkefnin og misserisverkefnin ganga einmitt út á að efla samvinnuhæfni okkar. Við þurfum að hlusta á aðra en geta líka staðið á okkar þegar við á. Við lærum líka að standa fyrir máli okkar. Já, við lærum að læra og lærum hvað við vitum lítið, en lærum líka að fúska ekki með það litla sem við vitum. Við erum trú okkur sjálfum og sannfæring okkar. Við kunnum að vera í liði og leggja okkar að mörkum og vinna þétt með liðsfélögunum. Bifröstingar læra að leysa verkefni og vandamál. Þess vegna njóta þeir trausts og gengur vel í atvinnulífinu. Við viljum að bifröstingar taki að sér forystuhlutverk í atvinnulífinu og samfélaginu. Það kallar líka á ábyrgð. Útskriftarnemendurnir sem við fögnum nú með hafa sýnt mikla ábyrgð. Gagnvart sjálfum sér og fjölskyldum sínum með því að ljúka því mikilvæga verkefni sem námið Gagnvart samnemendum sínum með því að bregðast þeim ekki í hópaverkefnum og öðru samstarfi. Í námsefninu í skólanum líka fjallað ábyrgð.
Við viljum öll rækta með okkur ábyrgðarkennd gagnvart samborgurum okkar og náttúrunni. Hér í Háskólanum á Bifröst viljum við byggja stjórnunarnámið okkar á 2 meginstoðum: þjónandi forystu og norræna forystulíkaninu. Þjónandi forysta er einn af mörgum skólum í stjórnunarfræðum, en við teljum að einmitt hann eigi sérlega vel við hér í skólanum og sé í mjög góðu samræmi við gildin okkar, frumkvæði, samvinnu og ábyrgð. Þótt kenningakerfið sem tengist þjónandi forystu sé ekki gömul fræði, er það samt þannig að margir góðir leiðtogar hafa í gegnum söguna stjórnað í samræmi við þjónandi forystu. Segja má að kenningakerfið þjónandi forystu sé búið til út frá því að velta því fyrir sér hvaða ástæður liggja að baki góðum árangri margra stjórnenda í atvinnulífi og í hinum opinbera geira. Góðir leiðtogar eru alltaf bæði foringjar og þjónar. Þeir þurfa að hafa sýn á framtíðina og skynja hvernig breytingar á aðstæðum hafa áhrif. Þeir þurfa að geta komið málum á framfæri, tekið ákvarðanir og miðla þeim eins og við á. Þeir þurfa að hafa verksvit, geta framkvæmt hlutina eða skipulagt þá og látið þá gerast. Góður leiðtogi þarf að geta hlustað á aðra og vera tilbúin til málamiðlana. Ekki bara að fallast á málamiðlanir, heldur líka að stíga fram og búa þar til. Góður leiðtogi þarf líka að passa upp á að ákveðin regla og festa sig á öllum málum, þannig að hlutir hvers og eins séu eins ljós og hægt er og að vel sé haldið utan málin. Góður leiðtogi þarf alltaf að vera tilbúin til að láta að sér kveða þar sem orustan er hörðust eða mest brennur á og að láta brjóta á sér en ekki samstarfsmönnunum. En það sem gerir góðan leiðtoga þjóni er að hann er ekki bara að hugsa sjálfan sig, heldur miklu frekar þá sem hann er að þjóna. Það geta verið viðskiptavinir fyrirtækis eða opinberrar stofnunar, samfélagið allt eða hluti þess. Hann þarf að geta komið til skila og vera trúr til hlutverki að skapa verðmæti í einhverjum skilningi fyrir aðra, hvort heldur það eru samstarfsmenn eða viðskiptavinir. Hann þarf að geta látið samstarfsmenn sína sjá tilgang með vinnu sinni og gert þá að virkum þáttakandum í að ná settu marki. Þeir þurfa að vita í hvaða stríði þeir eru. Hann lítur ekki á þá sem undirmenn sína, heldur félaga í liðinu og líka þjóna þeim og stuðla að góðum árangri þeirra. Og viðskiptavinirnir eru ekki vandamálið andstæðingar, heldur þurfa velgengni þeirra og velferð að vera raunverulegt áhugamál og baráttumál. Sjálfur fékk ég ókeypis námskeið í þjónandi forystu þegar ég var þingmaður. Þetta var stutt námskeið en áhrifaríkt. Svona eins og köld sturta sem aldrei gleymist. Þannig var að ég hafði það hlutverk að leiða gerð stjórnmála ályktunar landsfundar Sjálfstæðisflokksins fyrir alþingiskosningarnar 1999, sem var grunnurinn að kosningastefnuskrá flokksins. Allt það starf gekk mér vel og uppskar mikið og gott klapp á fundunum. En svo kom að kosningabaráttunni og við Hjálmar Jónsson félagi minn hófum baráttuna á fundi á Sauðárkróki, en við vorum í framboði í gamla Norðurlandskjördæmi vestra. Okkur þótti mjög viðeigandi að ég myndi fara yfir glærurnar frá landsfundunum þar sem fjalla var landsins gagn og nauðsynjar og það sem var í öllum almenningi fyrir bestu, svo sem í hagstjórninni, skattamálum, velferðarmálum, sjávarútvegsmálum og öðrum þeim málum sem helst vörðuðu þjóðarhag. Fundamenn sátu þolinmóðir undir þessum flutningi. Virtust ekkert ofur spenntir eins og þeir hefðu heyrt þetta allt áður og að þessi mál var í góðum höndum, en klöppuðu samt kurteislega og nokkuð vel fyrir ræðinni. Svo leið að því að fundamenn kom með innlegg. Fékk þá orðið einn góður frændi minn, vörubílstjóri og minkabóndi, sem kenndi mér þjónandi forystu í einni setningu. Þetta var nú allt fínt, Villi minn, en hvað ætlað þú að gera fyrir okkur? Eftir þetta snerist kosningabaráttan fyrst og fremst hvað við félagarnir ætlum að gera fyrir kjósendur og Siglufirði í Skagafirði og Húnavatnssýslum,
en minnst hvað yrði kjósendur fyrir sunnan eða annars staðar á landinu. Og baráttan gekk svo sem ágætlega eftir að við vorum búin að fara á þetta námskeið í þjónandi forystu og við urðum stærsti flokkurinn í kjördæminu. En norræna forystulíkanið snýst að skilja af hverju fyrirtækjum í norrænu samfélagi gengur vel og eru alþjóðlega samkeppnishæf þrátt fyrir að á Norðurlöndum séu greidd há laun, þar séu skattar háir og lengstu sumarfríin. Við Íslendingar státum okkur af því að vera í fremstu röð á ýmsum sviðum meðal þjóða heims og sama gildur norrænar bræðraþjóðir okkar. Í öllum samanburði velmegun og velferð eru Norðurlöndin meðal þeirra efstu. Við viljum skilja þær ástæður sem liggja þarna að baki og byggja faglegan grunn hér í Háskólanum á Bifröst sem skýrir þetta út. Nokkrar ritgerðir á meistarastigi hafa verið skrifaðar sem eru fyrstu skrefin í þessari vegferð, en við þurfum að nýta fleiri tækifæri fyrir nemendur og akademíska starfsmenn okkar til að láta að sér kveða á þessu sviði. Þegar Ísland skoðað sérstaklega kemur yfirleitt í ljós að þættir sem snúa að heilbrigði, velferð, jöfnuði, jafnrétti, heiðarleika í stjórnsýslu að viðskiptum og innviðum í orkumálum eða samskiptum eru meðal þess sem lyftir okkur upp en efnahagslegi þættir draga okkur niður. Það hlýtur að vera eitt helsta verkefni þeirra sem veita samfélagi okkar forystu að lyfta okkur einnig á þessu sviði þannig að við náum betri árangri við að tryggja efnahagslegar framfarir án þess að farið sé úr ökla í eyra með reglulegu millibili. Flestir helstu aðilar vinnumarkaðarins hafa á undanförnum árum verið að vinna að því að gera kjarasamninga að norrænni fyrirmynd þar sem byggt á því að ná fram auknum kaupmætti á grunni lágrar verðbólgu. Árangur á þessu sviði var í mikilvægt framlag til að lyfta Íslandi að hærra stall í samfélagi þjóðana og treysta enn frekar þann grunn velmegunar og velferðar sem lagður hefur verið. En samt virðist skorta forystu í samfélaginu sem hefur nægan styrk og kjark til að takast á við verkefnið. Eins og staðin nú sýnist allt stefna í að sami gamli hringurinn haldi áfram þar sem við reisum okkur hurðarásum öxl og fáum svo efnahagslegan skell í framhaldinu. Við skulum líta til þess að vöxtur ferðaþjónustunnar hefur veitt ómældum tekjum inn í landið og hún nú orðin stærri útflutningsgrein en sjávarútvegur og áliðnaður samanlagt. Þetta hefur gerst á örfáum árum og slík umbrot hafa óhjákvæmilega víðtæk áhrif í efnahagslífi okkar, þar á meðal mikla hækkun á gengi íslensku krónunnar. Við skulum líka líta til þess að á síðustu 3 árum, frá apríl 2014 til apríl í ár, höfum við hækkað laun okkar í evrum með 64% eða 18% á ári að meðaltali. Við finnum þetta vel þegar við ferðumst erlendis og getum lifað eins og kóngar. Nú þegar nýlota kjarasamningar hefjast, rétt að spá í hversu mikið raunhæft að ætla að laun okkar geti hækkað í evrum á næstu misserum. Skyldi ekki einhvers staðar liggja mörk þar sem kostnaðarhækkanir atvinnulífsins verða of miklar. Með sama áframhaldi munu laun hækka 94% í evrum á 4 árum og 128% á 5 árum. Nú það svo að ferðaþjónustan viðkvæmari fyrir áhrifum af innlendu kostnaðarhækkunum og hækkunum á gengi krónunnar en sjávarútvegurinn og áliðnaðurinn. Veltuaukningin hefur fleytt ferðaþjónustunni áfram hingað til. En hvenær hættir okkur að takast að fá ferðamenn til að borga okkur sífellt hærri laun í evrum? Ég hygg að sú stund sé nær en margir vilja vera láta. Þá hætt við því að við virkum gamla lögmálið flugöldin sem hefur tilhneigingu til að fara niður með svipuðum hætti og hann fór upp. Krónan og kaupmátturinn þekkja þetta lögmál af eigin raun. Ég hef haldið fram að það besta sem gerðist á íslensku vinnumarkaði væri að við færum í kjarasamninga bindindi, geymdum að gera nýja kjarasamninga einhver tíma, til dæmis í 3 til 4 ár, og leyfðum efnahagslífinu, fyrirtækjunum, stofnunum og vinnumarkaðnum að jafna sig og aðlagast stöðunni eins og hann Óháð því hvar fólk í launastegunum liggur fyrir að kaupmáttur og lífskjör hafa batnað meira á undanförnum árum en reikna mátti með. Og það líka
athyglisvert að almennt virðast launakröfur nú taka mið af samanburði við aðra hópa en ekki því að kaupmáttur hafi brugðist væntingum. Og svo uppi svo staða að hver og einn hópur vill vera sjálfstæður og segist ekki koma við hvað aðrir gera, en samt vill hver og einn styrkja stöðu sína gagnvart öðrum. Ég hef spjallað við ýmsa gamla félaga, hringir í kringum borðið á vinnumarkaði og engan hitt sem telur líklegt að launahækkanir í gamla stílum verði til þess að bæta kaupmátt eða lífskjör þegar uppi staðið. Heldur að líklegasta leiðin til að tryggja hag allra sé að bíða með alla kjarasamninga einhver tíma. Þá væri meira að segja raunverulegt svigrúm til að lækka vexti sem mikil hagsmunamál margra einstaklinga og fyrirtækja. Ég að tala þetta hér við ykkur, kæri útskriftarnemar, vegna þess að við horfum núna upp á stöðu sem sýnir hvað gerist þegar að forystan í samfélaginu ekki nægilega sterk til að ná því fram sem væri í raun allra hagur, að vinna gegn nýrri kollsteypu í efnahagslífinu. Það vantar þjónandi forystu sem hefur kjark og vilja til að berjast fyrir þessu hagsmunamáli alls almennings. Ég ekki að benda á neitt einn einstaklinga að fáa, ég að tala breiðan hóp. Og ég að tala þetta við ykkur ágætu bifröstingar vegna þess að ég á þá ósk fyrir ykkur að þið megið eflast að framsýni og getu þegar þið farið að láta til ykkar taka í atvinnulífinu og samfélaginu. Að þið fáið innri styrk til að gera það sem þarf til að láta gott af ykkur leiða á hvaða vettvangi sem þið vinnið. Að forysta verði ykkar fag og árangur fyrir samfélagið verði ykkar ástríða. Kæri vinir, engin lognmolla í kringum skólan okkar nú frekar en fyrir daginn. Skólastarfið gengur almennt mjög vel og við höfum treyst stöðu okkar sem gæðaskóli. Fyrir 2 vikum síðan fengum við heimsókn frá fulltrúum Gæðaráðs Íslenska Háskóla. Það rætt skýrslu okkar gæðastarfið í skólanum sem við lögðum fram í lok apríl. Allt annar bragur nú á þessum heimsóknum en áður. Við höfum verið að sækja fram í gæðum skólastarfsins og okkur mjög umhugað að halda áfram á sömu braut. Nú erum við til dæmis að gera sérstaka úttekt á gæðum netfyrirlestra í skólanum. Viðskiptadeild reið á svaðið og síðan verður haldið áfram. Aðsókn að skólanum næsta haust stefnur í að vera vel viðunandi. Sérstaklega góð aðsókn í meistaranámið okkar og hópurinn sem kemur nýr inn næsta haust verður væntanlega sá stærsti sem við höfum séð í meistaranáminu. Ákvörðun hefur verið tekin að sameina félagsvísindadeild og lagadeild í eina deild og mun hún heita nafni sem varla kemur á óvart, félagsvísinda og lagadeild. Þetta gert til að styrkja faglegt starf í félagsvísindum og lögfræði en ekki til að spara fé. Við vonum að þetta að verða til þess að styrkja skólan. Fjármál skólans erfið og hafa verið það og verða það örugglega áfram. Ég ætla samt ekki að kvarta undan þeim kæri vinur á þessar hátíðastund, vil bara segja að við erum ekkert að gefast upp og höldum áfram ótrauð fyrir skólan okkar til að fleyta honum með miklu afli inn í aðra öldina í sögu hans. Næsta haust hefur stjórn skólans ákveðið að boða til mikils stefnumótunar fundar hér á Bifröst. Vonast eftir breiðri þáttöku úr hópi aðstandenda skólans, starfsfólki og nemendum. Þar viljum við leita svara við grundvallar spurningum framtíð skólans til þess að hafa veganesti og stuðning í vegferð okkar næstu árin. Við vonumst til þess að þessi fundur verði til þess að styrkja innviði skólans og samstöðu okkar allra. Stjórn skólans með Leif Runólfsson formann í fararbroddi og fulltrúaráðið hafa verið skólanum afar mikilvægir bakhjarlar og veitt okkur öllum ómetanlegan stuðning. Þið sem útskrifist hér í dag hafa lagt mikið á ykkur og eigið allt það skilið sem þið hafið öðlast hér í Háskólanum á Bifröst. En við skulum líka muna að allt starfsfólkið hér í skólanum, kennarar og annað starfslið hefur líka lagt mikið á sig
til þess að við getum öll átt þessa stund saman. Háskólan á Bifröst ótrúlega lánsamur með starfsfólk sem vakið og sofið yfir því starfi sem hér unnið. Ég vil sérstaklega færa starfsfólki okkar þakkir fyrir velunni störf og óeigingjarnt framlagt sig. Þjónandi forysta inngróin inn í starfslið skólans, vil ég leyfa mér að segja. Við skulum ganga út í sumarið stolt og bjartsýn. Útskriftarnemarnir okkar hafa sýnt að með áræðni, ástundun og seiglu hægt að komast langt og þau munu halda áfram. Þau ætla lengra. Við bíðum spennt eftir þeim afrekum sem þau eiga eftir að vinna. Kæru útskriftarnemar, á morgun koma nýjar skyldur og ný verkefni. Þið hafið sett ykkur á nýjan stað í lífinu. Þess vegna skuluð þið fagna í dag. Framtíðin ykkar. Takk. Kæru hátíðargestir, það hefur komið að lokum hjá okkur í dag og ég vil bara ítreka hamingjóskir til útskriftarefnanna og hvet ykkur öll til og bið ykkur að koma í myndatökuna sem hérna við hótelið á eftir. Það öllum hátíðargestum að sjálfsögðu boðið í móttöku og við vonumst til að þið komið sem flest. Dagskráin tæmd, hátíðin slitið. Takk fyrir. Lifið heil.